þetta með svona predetermined, þú veist, hvort það sé svolítið búið að skrifa þetta í stein. Sko, ég upplifi það oft og sérstaklega mitt þegar maður nær djúpt á psychedelic ferðalagi, að þá fær maður svo djúpa tilfinningu þetta allt nákvæmlega eins og þetta á að vera og þetta hefði aldrei geta verið neitt öðruvísi. Já, og það fáða allir, held ég, örugglega hver einasta manneskja sem að nota psychedelics fær þetta svona, já, þetta allt eins og þetta á að vera og þess vegna gerðist þetta og þess vegna var þetta svona svo að þetta, þú veist, þannig eins og vorum að tala að ég trúi því bara að jú, það ekki þannig að ég hef ekkert val hvernig ég bregst við og hvernig ég móta framtíðina mín og skapa framtíðina, en það samt einhver partur sem svona, þetta hvort það allt ákveðið, þannig að það skiptir engu máli hvað ég ger og hvað ég ger ekki. Það áhugavert að því svo á sama tíma þetta samt líka svo mikið einhvern veginn, þú veist, ég þarf að vinna vinnuna sjálfur. Já. Skilur það, þetta svona pínuð þversögn. Sko. Þetta því leiðum maður segir, þetta allt eins og þetta á að vera, það hefði aldrei getað verið öðruvísi, þá kemur þessi tilfinning, ok, skiptið þá nokkru máli hvað ég geri og ég þarf ekki bara éta snakkbóka og bara vera í einhverju rugli og skilur við, en þá einhvern veginn samt eitthvað í, þú veist, þetta svona force versus allowing kannski. Já. Að, þú veist, þegar maður sættist við þetta sé nákvæmlega, þá maður líka að segja á vinnan sem ég búin að setja nákvæmlega vinnan sem ég átt að setja, hvorki minnin ég meiri. Þannig að ég get ekki refsa mig fyrir að hafa ekki gert meira á eigin vilja, en ég get heldur ekki sagt ég hafi gert of mikið, af því ég átti að gera nákvæmlega það sem ég gerði, Já, en líka þessi hvað sagðir allavega paradox, já. Sko, ég líka búin að sjá það oftar en einu sinni, oftar en tvisvar að ef það ekki paradox þá það ekki real eða truth, þú veist, lífið paradox, þú veist, ástin, þetta sem við þráum öll mest líka það eitt svona erfiðasta eða skelfilegasta, þú veist, að gefa sig, gefa hjarta sitt, þú veist, þannig að ástin það stórkostlegasta og hræðilegasta sem að við lendum í eða sem að við gerum. Hvað myndir þú segja með, það hefur komið til mín að stóra paradoxi þar sé að ástin og óttin séu eitt og það sama. Tvær hliðar á sama pening. Já, ég myndi ekki segja að vera eitt og sama, en ég hef séð bara, ef það ekki paradox, þá það ekki life. Bara eins og að eignast barn það stórkostlegasta sem fólk upplifir, en líka það stærsta áhættan eða líka eitt skelfilegasta að þú koma með barn inn í hennan heim sem að líka svo skelfilegur en líka svo stórkostlegur. Þannig að ég hef fyrir mína upplifun að lífið bara eitt stórt paradox og ég sammála því og bara gangast við því að allt paradox, ástin, lífið, þú veist, lífið og hugsaður að fatta það, lífið bara undirbúningu fyrir dauðan, þú veist, mig langar að undirbúa mig og börni mín, skilurðu, fyrir dauðan sem bara spennandi ferðalag, skilurðu, ég vil að þegar ég dey, að börni mín ekki, þú veist, aðframkomin af sorg, heldur bara svona, ég bara fara á næsta stað og við getum fagnaði, þú veist, það hef ég fengið í gegnum mín ferðalög og fatta að sjá það. Þetta frábær punktur og ég var að hlusta á svona japanskan samúræja sem var að tala að hann væri mjög upptekinn að því í hvaða steiti verði ég þegar ég fer. Já. Þú veist, ég þá svolítið klári í næsta stig í tölvuleiknum? Þú veist, ég búin að undirbúa mér rétt? Já. Og þá var maður að hugsa að því það einhver partur að mann í þessu samfélagi sem við búum í og í þessari mennskallri sem bara eitthvað svona ákvað að væri næs eða væri bara alltaf gaman og getur ekki bara alltaf verið gaman og það virðist alltaf verið svo rosa gaman hjá öllum hinnum, ég sé það á samfélagsmiðlum og eitthvað svona, ekki bara, þú veist, en svo sér maður alltaf eftir á
eða svona ekki alltaf, en oftast eru mestu vaxta tímabilin eitthvað sem var alveg viðstyggilegt á meðan á því stóð, sko. Og það er aftur annað paradox, sko, að maður fattar það ekki fyrir en eftir á. Þú veist, akkur getur maður ekki bara meðan að maður er í því, já, geggja, þetta er æðislegt maður. Þú veist, fattar það kannski 2-3 ára seinna og ákvað þetta var gjöfult tímabil. Já, og það er líka birtingamyndin sem að náttúran og jörðin sýnir okkur að, hvar vaksa fræin, hvar spíra þau, þú veist, ofan í moldinni, ofan í drullunni. Og eins og sagan lótusblómið sem að rís upp úr drullunni. Veist, og það er bara þannig að það er bara þannig með okkur mennina að við þurfum að bara muna það og reyna að grípa okkur og minna okkur á að þegar við erum ofan í drullupyttinum þá er eitthvað að gerast, þá er fræið að fá næringu, skilurðu. Það er ekki þegar við erum með höfuð upp í himninum að bara, að gleyma okkur í gleðinni sem að það er mikill vöxtur eða svona, lærdómur. Þannig að En hvað segir þá einmitt það aftur líka talandi um þessar svona, ólíku póla að ég hugsa svona fyrir mig bara, ég man eftir fyrsta tímabilin ég hef verið upp á 20 þegar ég fekk heilabólgu og eitthvað vírus og út frá því bara droppaði ég bara allt í einu for no reason þannig í eitthvað brjálað þunglindi og ég man ég með vinum mínum, ég var búin að plana þetta lengi 21 árs með vinum mínum í París, rosa fallegu dagur og búin að plana þetta lengi og allt í einu vaknaði bara engin tilgang á menninu og ég hef aldrei upplifað þetta áður og svona, þarna breyttist líf mitt þarna, það er kannski eitthvað á fólki sem fer í gegnum allt lífið og fær aldrei, af því þetta þú færði alveg dýft þegar þú ert allt í einu bara shit, það er bara engin tilgangur með neinu og það tók mig marga mánuði að komast út úr þessu og ég var alltaf að reyna að gleyma mér ég var alltaf bara, og svo man ég fór að fá allt í einu 2-3 klukkutíma glugga það sem ég gleymdi mér ég var bara, shit, ég gleymdi mér ég gleymdi því að það svo, kom allt í einu 1 eða 2 ár þar sem ég var ekki fastur í að allt væri tilgangslaust en ég hef stundum hugsað með mig bara, shit, get ég aldrei hætti þessari að vera eitthvað að veltast einhverjum tilvistarrugli, skilru og þess vegna er svo mikilvægt fyrir mig að fá þessi tímabilin á milli þar sem ég innan gæsalappa gleymi mér þar sem að einhvern veginn, Guð eða hvað sem það er leifir mér bara, ok, nú mátt aðeins anda bara 2-3 mánuði þar sem þú mátt bara eitthvað, gaman eitthvað og ég gleymi mér og eitthvað, skilru og þau tímabili eru algjörlega nauðsynlegt til svo höndlir hinn tímabilin, sko Algjörlega og en hinn tímabilin eru held ég líka nauðsynleg fyrir okkur að einhverju leyti til þess að ég held að sé þannig til þess að við skiljum dýpt tilvistarinnar kannski allavega eins og fyrir mig hef ég upplifað að það sé nauðsynlegt fyrir mig að sjá hvað heimurinn og tilvistin sé rosaleg, hvað hann sé ekstrím, hvað hann er stórkostleg og hræðileg og og það er þetta paradox, þetta yin og yang nótt og dagur, það verður aldrei meiri dagur en nótt, við viljum alltaf hafa meiri dag en nótt, bara gleði, bara gaman, bara gott, en þetta er bara rytmi lífsins, það er bara dagur og nótt, sumar og vetur, það bara verður að koma nótt, við getum ekki verið vakandi allan sólarhringinn, skilurðu? Frábábundur. Já, og þetta er bara í svona litlu myndinni og svo stóru myndinni, við getum ekki verið vakandi allan sólarhringinn, við getum ekki verið glöð og hlæjandi allan sólarhringinn, skilurðu? Þannig að þarf þetta að fara onni í hýðu, eins og á veturnar, þá eigum við að fara meira ofan í hýði, eins og bara fræið ofan í moldinni, en við gerum það ekki. Þess vegna, það er eðlilegur svona lífsrythmi, vakna daginn, vera aktív, sumarið, veturinn og nóttin, niður, hvíla, en við gerum það ekki. Upplifir þegar þú varst að tala um þetta að sjá hvað tilveran er stórkostlega og hræðilega á sama tíma
Ég gefa mér að þú hafi farið dálítið langt inn í það þegar þú fórst til Afríku. Já, guð. Já. Þú veist, talandi sko, þetta bara allt þetta svona að segja núna, að nú náttúrulega Ester mín, kærasta mín, hún svo miklu betri en ég þú veist, hún alltaf að segja mér, Sölvi, það er ekkert varanlegt. Já. Þannig að þegar hún fer niður, þá kann hún að vera bara niðri. Já. Af því hún veit hún kemur út hinum minn. Og meðan ég í þessu vestræna samfélagi þessum bara, þeir geta taka ykkur að pillu við þessu. Já. Af því það á bara alltaf að vera partí. Og bara ég sætti mikið við þetta ástand. Og, þú veist, og ég held að konur almennt, ef þeir eru vel tengdar, eiga auðveldara með en kallmenn að leyfa sér að fara í gegnum tilfinningar af því þeir vita að þeir koma út hinum minn. Já. Og meðan að við erum svolítið bara svona, nei, ég ætla ekki að fara ánga, ég þarf bara einhvern veginn að hætjaka þetta steit og bara þurrka yfir það, ég ætla ekki að mæta því, sko. Og þannig að því þú varst að tala þetta, þá hugsaði því hún náttúrulega frá Afríku og ég segi svona, ég segi að þú veist, þar á ákveðnum stöðum hefur fólk sko lifað rosa mikið með náttúrunni og þessum sveiflum náttúrunar og síðan náttúrulega bara á einhvern nátt held ég að við höfum bæði fundið svona að hjarta jarðarinnar pínu þar, sko. Já, gaman og skildir koma með þetta, við náttúrulega töluðum saman já, í sumar, ekki, þegar við, já, en allavega, ég var í Afríku, í Gabon, í mars og var þar að fara í gegnum svona manndómsvígslu hjá Búti ættbálknum með Iboga, þar sem að ég var að taka Iboga sem að eitt svona sterkasta hugvíkandi efni sem til þetta börkur sem að vex í Gabon og Kongo og ég var undir áhrifum í yfir 100 klukkutíma. 100 klukkutíma? Já, næstu í 6 daga, já, og þar var okkur bara haldið í svona hofi sem að var eiginlega hræstnalegasti kofi sem að til þetta svona hofin þeirra eru vægast sagt ekki hofsleg. Nei, var þetta inn í skóginu? Já, þetta var bara lengst inn í skóginu. Þurftum að keyra á pallbíl á okkur svona bara moldarvegum í regla 4 klukkutíma til að komast þangað, sko. Og þarna fyrstu nóttina sem að ég lendi í bænum sem að ég í, þú veist, húsin eru bara úr svona, þú veist, bútasöms svona, hvað heitir það svona, járn sem svona bárujárn, svona, í bárujárn svona flekum, bara svona bita, svona reyðgum, engar hurðar, nema þeir setja bara svona kannski bárujárn bita fyrir, svona op á nóttunni, fólk sefur bara á gólfinu á moldinni og og fyrsta daginn sem við komum þá okkur boðið svona lirfur eins og Tímon og Pumba voru að borða, manstu stóru hvítu lirfurnar komum með svona risastórt laufblað fullt af svona hvítum lirfum, svona mittsinin lirfur sem eru svona feitastar í miðjunni og buðu okkar þær að borða nema að þau ákvaðu síðan að fara að steikja þar fyrir okkur þannig að þær voru síðan steiktar og sum okkar borðuðu þær og þetta var bara fyrsti dagurinn síðan kvöldið þá var ég að labba frá húsinu þar sem ég gisti og upp í húsi þar sem að seremoníurnar okkar voru og þá lítil stelpa bara standandi ein út á götu í myrkrinu grátandi og ég tek hana með mér og upp í hús og þá býr hún í öðru þorpi sem hún hefði aldrei getað labbað í yfir nóttina þannig hún var skilin ein eftir hana úti nóttina og ég tók hana bara með mér upp í hús og var með þessa stelpu hjá mér og hún gist upp í rúmi hjá mér nokkra daga og mammana vildi bara losna við hana mammana var með pínulítið barn og var alltaf bara takt hana, ég vil hana ekki þú veist, þannig ég var með þessa stelpu með mér og hún heitir Kasa og þegar ég fór inn í vígsluna, inn í seremoníunar þessa 5-6 daga, þá sat Kasa fyrir utan vígslu húsið okkar í plaststól alla nóttina, úti í myrkrinu, í kuldanum, bíðandi eftir mér. Wow. Og þarna fékk ég að sjá, þú veist, í medicininu, já. Og þarna fékk ég
og þetta var medicine mitt að fá að vera með þessa litlu stelpu sem að mammuna vildi ekki og já, þetta var ótrúlegt og fá þetta bara svona beint í æð, þú veist og svo já, ég er ennþá svona, þetta ferðalag til Gabon er ennþá í vinnslu inn í mér, þetta var svo ótrúlegt öll börnin með orma það var öll, það var farið alltaf á pallbílnir á risastór brún á þar sem allir böðuðu sig í ánni en við sóttum líka vatn í ána og það var vatni sem við drukkum en það var sett í svona vassfilter sem að virkaði síðan ekki þannig að við vorum öll sem fórum til Gabon full af parasites ég er búin að vera allt árið að hreinsa parasites og alls konar orma og alls konar ormir veist, og þessi sko spurningir sem kemur að því ég tárast bara við að hlusta á þig sko. En spurningir sem kemur með þetta talandi að gleyma sér að þú veist hvað fær svona dáist ég svo mikið að ykkur eins og þér og Sólveigu og þið sem hafi gert þetta því maður svona þú ert bara að reka Eden og gengur vel og þú veist að setja sér aðstæður sko. Já þú veist þetta býr til þess einföldu spurningu af hverju Já, einmitt, af hverju? Já, sko ekki bara þægilegt að gleyma sér hér og Jú, það er þægilegt að gleyma sér hér og það sem ég fékk meðal annars úr medicine sem að ég manni ég deildi með þér er að þarna fékk ég að sjá að hvað lífið þarna er ríkt, hvað það er þykkt, hvað það er lifandi og maður er lifandi þegar maður er liggur við á mörkum lífs og dauðar skilurðu og ég upplifði, ég svona vá er ég bara þegar ég er á Íslandi þá er ég bara eins og hamstur í búri það er skilurðu það er engin hætta þú veist, maður er bara í sínu húsi þetta er eins og lítið hamstrabúr og ég veit þetta er svona smá svona bara en það er það sem ég sá skilurðu og engar áhættur einhvern veginn og bara þú færð bara hreina vatnið þitt og hreinu fötin og rafmagnið þitt og þú veist, það er allt þetta er bara svona eins og vera í hamstrabúri þú veist, ég sá það svona í stóru myndinni svona Guð skilur og ef maður fer til Afríku og upplifir lífið, hvað lífið sannarlega er, af því að hvað er það að vera lifandi, hvað er það að lifa að skilja hvað það er að vera lifandi eða ekki lifandi eða bara þú veist, þannig að það var það sem að ég fekk út úr þessu og ég fekk að sjá að Afríka er hjarta jarðarinnar og þar sannarlega er allt upp á líf og dauða þú veist, og ég fekk líka að læra það hún Kasa, stelpan sem að ég þú veist, braut heilan dag og nótt hvernig ég geti tekið hana með mér til Ísland skilur því að henni var ekki hún var ekki velkomin skilur og hún var öðru sem allir í þorpinu hún var alltaf svolítið grátandi hún var svolítið viðkvæm og henni var mikið strítt og ótrúlega mikil harkaðna og konurnar sem voru að vígja okkur þær voru svo harðar og svo hlýjar það var svo mikið paradox það voru svo ógeðslega harðar við okkur þær í vígslunni það er eitthvað svona skóarkettir sem eru til hana sem eru eins og litli blettatýrar eða eitthvað svona eins og bengalkettir skilur en viltir bengalkettir og þau voru búin að veiða þessi ketti og strekkja skinnin og bundu þessi skinn í hárið á okkur þannig að við vorum allar með svona kattarskinn gærur bundnar á okkur í 5 daga og þær bundu þær fastar með hárin á okkur og notuðu hárið á okkur. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.